Stefánínar hafi verið að ljúga í hlaðvarpi hjá Sölva Tryggva þar sem hann var að tala það að væri erfitt fyrir ljósmæður á fæðingardeildinni að taka á móti börnum út af því að þær yrðu fyrir áreiti og fleira þar fram til götunum. Svo var sagt að það væri kjaftæði og ok, ég reyndar veit ekkert það. Ég hef ekkert talað við Stefánínar þetta eða hvað hann fékk þessar upplýsingar eða neitt. En aftur á móti að þá einhvern veginn svona, þú veist, út af því að það tekið þetta dæmi, það sagt að enginn kannast við þetta. Það kemur reyndar fram í þessari yfirlýsingu að það eru fá dæmi það að það hafi orðið einhverjir árekstrar og það er ekki tiltekið hvort að það hafi verið út af einhverjum sem voru hælisleitendur eða ekki. En sko, ég hef talað við lækna þetta og það er eins og þú ert að segja, þú veist, það er túlknaþjónusta og það er ótrúlega erfitt og stundum eru þeir að mæta þiggja þjónustuna og eru svo ekki með kennitölu þegar kemur að því að skrásetja þetta og líka það að þegar að konur eru að fara í einhvers konar tékk að þá þarf maðurinn að vera með þeim og það má ekki vera að skoða ákveðin máta og má ekki vera að kynna sér þetta og túlkaþjónustan veldur líka miklu álagi og það er bara gríðlegt álag út af þessu og sko óháð því hvort að þetta sé rétt hjá Stefánínari eða bara algjör lygi eða einhvers konar svona hálfsannleikur eða bara rétt og það er ekki komið fram, það skiptir engu máli. Við vitum samt það alveg að þetta er álag á innviði í heilbrigðiskerfinu og það bara þarf að ræða það og það er einhvern veginn svona og eins og þú varst svolítið að koma sko vel inn á og ég hafði ekki alveg hugsað þetta þannig en það er næra að undirbyggja þennan punkt er að einmitt sko, þú veist, við erum einhvern veginn, þú veist, fólk sem hefur áhyggjur af þessu er einhvern veginn skjöldur Íslands. Fólk sem hefur áhyggjur af þessu eru sjálfkrafa rasistar. En ég held að það sé bara rosalega mikið og ég myndi reynda að segja að það væri langstærsti meirihluti Íslendinga sem hefur áhyggjur af þessu en svona, þú veist, á erfitt með einhvern veginn að ræða þetta á erfitt með að ramma þetta inn og það einhvern veginn sko og þá einhvern veginn þarftu að móta þá ímynd að þeir sem eru að ræða þetta og þetta er bara samanverið sem við sáum í Svíþjóð þegar var einhver kennari sem var einhver heimildamynd og þar var hann að færa rök fyrir því að viðhorf nemendana sem að væri þar væri bara algjörlega ólíðandi og hann var rekinn fyrir það. Og svo náttúrulega bara erum við búin að sjá það hvernig það fór í Svíþjóð sama eins og í Bretlandi þar var að tala það að allir sem að væri að hafa einhver áhyggjur af þessu væri rasistar og allir sem að væri með einhver svona yfirlýsingar það hvernig þróunin myndi koma til með að verða í framtíðinni þeir voru einhvern veginn rasistar en svo bara raungerist mjög mikið af því sem að þeir sem að voru að hafa mestar áhyggjur það bara raungerist